síðasta þætti fórum við vestur í Vesturbyggð og stöldruðum lengst við að Hnjóti í Örlygshöfn, en nú höldum við áfram þar sem frá var horfið. Fyrir suðvestan Hnjót nú aðeins eftir föstbyggð allt árið í Breiðavík, þar sem veðurathugunarstöð, en við höldum áfram þaðan austur yfir Látraheiði í átt að Rauðasandi. Þar hægt að aka fram á brún Keflavíkurbjargs og njóta stórfenglegs útsýnis í austur yfir Rauðasand af 300 metra háu þverhnípinu. En stórfenglegra þó útsýni til vesturs til Látrabjargs, en vestast á Rauðasandi eyðibýlið Keflavík, forðum kunn veiðistöð, þar sem nú slysavarnarskýlið Guðrúnarbúð. Upp á Látraheiði vestur á Keflavík óteljandi hlaðnarvörðu við veginn í kringum svonefndan Gvendarbrunn. Það heita Fuglagötur þar sem fuglinn var forðum borinn af Látrabjargi til Rauðasands. Hér rómantísk vorstemning við sólarlag og héðan blasir Snæfellsjökull við í suðri, rétt eins og hann blasir við í norðvestri frá Álftanesinu. Sól og blómi lokar brá, breiðir kyrrð og fríðum lönd og sjá, vorkvöld blítt og vinur vak mér hjá, veröld sveipa hún tjöldblá, þér ég blítta bar mig halla, bjarti sveifneik ber mér frá, þú ert minn eilífð alla, ekkert fær skilið þær verur sem hvor aðra þrá, mín sól og vinur vak mér hjá, veröld meðan sveipa hún tjöldblá. Ég blíta bar mig halla, hjarta megi ber mér frá, þú ert minn eilífð alla, ekkert fær skilið þær verur sem hvor aðra þrá, mín sól og vinur vak mér hjá, veröld meðan sveipa hún tjöldblá. Í Látravík, sem Hvalllátra standa við, má sjá ótal tóftir stórrar vestöðar, sem þar var allt fram á þessa öld. Þar steinbílsgarðar og búðatóftir og heita brunnar vestast í víkina, og þar að sjálfsögðu fornir aflraunasteinar, 280 kíló, hinn stærri sem hér blasir við, og Brynjólfur nokkur á að hafa borið hann úr flæðamáli upp á Fjörukamp, og þessi heitir Júdas og þótti Svikull, allar veggjarhleðslur hrundur sem reynt var að nota ný. Þótt Hvallátrar sé í eyði háveturinn þar talsvert af fólki á sumrin, enda mikil og hrikaleg náttúrufegurð og fjölskrúðugt líf hvarvetna í nágrenninu. Þarna var margbylt og myndaðist skeið eins konar bæjarhverfi, enda mikið sjávarfang og eggja og fuglatekja. En nú vitinn á bjargtöngum, vestasta bletti Evrópu
óskup einmannalegur eftir að Ásgeirs Ellertssonar nýtur ekki lengur við. Öll á þessi vestasta byggð landsins undir högg að sækja síðustu árin, en þegar að höfuðborgarbúar spyrja heimamennum það hvers vegna þeir vilji una hér, þá verða svörin lík, og þegar útlendingar spyrja Íslendinga hvers vegna við viljum byggja þetta eyland á hjara veraldar. Sem ég á mína rætur, miklar augar magna eld og ís, myrka daga bjartar sumar nætur. Ástarorð mín hljómum heið og flög, heitorð mín í gljúrum fossinn syngur. Stöðugt skal ég standa þig vörð, stoltur af að vera Íslendingur. Stöðugt skal ég standa þig vörð, stolt af því að vera Íslendingur. Stormar belja, mörgum finnst það muni vera á mörkum þess sem byggilegt má telja. Þegar hins borgirnar laða ljúft, lokka menn og trilla má ei gleyma, þó að landið okkar þykir ljúft, þá hvergi betra að eiga heima. Þó að landið okkar þykir ljúft, þá hvergi betra að eiga heima. Vakir byggðin mín, vinaleg í faðmi brattra fjalla. Unaðsleg hún ól upp börnin sín, þau hlupum strönd og græna hjalla. Meðan jökultindi bláman ber, björgin kljúfa hvíta öldu falda. Ævinleg efst í huga mér, æskuslóðin fagra landi kalda. Ævinleg efst í huga mér, æskuslóðin fagra landi kalda. Og nú komið að því að skoða mestu fuglabyggð Norður Atlantshafsins og samfljúga með Víði Gíslasyni flugmanni frá Akureyri. Þetta mikilfenglegt, Víðir, og þú hefur aldrei komið hingað áður. Nei, þetta var nú í fyrst skipti sem ég kom hana á þessa sunnanverðu Vestfirðina og fyrsta skipti sem ég sá þar að leið til Látrabjarg. Þetta var nú náttúrulega einkennileg tilfinning að vera að fljúga þarna í 1000 fetum undir bjarginu og finna og sjá hvernig það gnæfði yfir mann samt sem áður. Þá skynjaði maður hvað maður var smár.
Og þessi sigmenn á brún eru líka smáir en þeir eru að síga niður og svo kallar barð, klettarim sem skagar fram úr bjarginu. Sjáðu hvað eru litlir þarna yst á riminni. Barðastrandarsýsla er kennd við barðið. Það er björgunarsveit Slysavarnafélagsins á Patreksfirði sem heldur uppi hefðinni og merkinu hér á Látrabjargi. Það tekst að vísa ekki öll árin, en í ár tókst það. Og það eru röskir liðsmenn, hér eru gestir frá Hnífsdal, með sem slaka Barða Sæmundsinni Fyglingi fram af. Hér er bjargið ekki nema helmingurinn af því á hæð sem það sem er hæst, en nógu hátt er það nú samt. Og niðri á barðinu safnar barði eggjunum í brúsa sem er hífður upp á brún. Og þetta er gert í fjáröflunarskyni fyrir björgunarsveitina Blakk og ætti að geta gefið 200.000 krónur í þetta sinn því að það eru 2.000 egg sem liggja. Og það kraumar strax í pottinu. En þá er að draga barða á brún. Áður fyrr urðu fyglingar oft fyrir grjóthruni og slösuðust. Þetta er hættulegt og hann fingurbrotnaði þarna niður frá núna. Nú voruð með hjálma og það er miðunir frá því sem áður varan er, þarf ekki alltaf að hafa varan ásamt? Já, það er laust Já. Það er svona, þú verður að fara á allir. Þetta er óvenjulega snemma? Já, svona, viku fyrr, venjulega. Þegar þið eru að sækjast eftir þessum eggjum, er það bara til að selja fyrir björgunarsveitina eða er þetta svona eitthvað til að fjörga menn líka þegar heim er komið? Ég veit það ekki. Gæti verið. Mér er sagt að þetta sé eitthvað það besta sem menn geti getið til þess. Já, það er sagt svo. Það er sagt svo? Þú voru að pröfa þetta bara. Flestir eiga skal ég segja konu og til dæmis 2 börn. Já. Barði hann á barn og 2 konur. Nó. Nó. Það segir þau. Já, það ger egginn. Já, já. Það er líka farið á báti með leyfi náttúruverndaráðs undir svonefnt bæjarbjarg. Þegar Páll Bendisson var hér á ferðum árið var ofarlega í huga hans fuglafjöldin í bjarginu. 100.000 manna byggð í Reykjavík virkar eins og brandari miðað við 1 milljón íbúa sem hér eru. Við hittum Arthur Garðarsson og líffræðinema hér að máli þegar við stöldruðum við hérna við Látrabjarg. Það er rétt 1 milljón svartfugla og fíla og ritur hreiður í Látrabjargi. Mest af langvíu og álku, þetta er stærsta álkubyggð í heimi. Þetta bjarg, það er það bil helmingurinn af stofni álku í heiminum, verpir í þessu bjargi. En ótrúlegra við þetta bjarg voru hennar fjölbreyttu nytjar þess fyrr á árum og nú skulum við víkja sögunni enn lengra aftur. Við fórum vestur til að sannreyna einhverja ótrúlegustu nytjarnar og sú för var farin í ágúst 1988. Sláttur er nú langt kominn víða land og slátturinn er ekki langur núna með það sem áður var þegar menn voru að tutta þetta alveg fram í október og fóru á hinni ólíklegustu staði. Dæmið það er sá staði sem við erum stödd á núna. Þetta er í miðju Látrabjargi og hér hefur ekki verið brugðið brýni á ljá í 40 ár. Þessi staður í Látrabjargi er náttúrulega alveg fáránlegur töðuvöllur þarna á miðri myndinni. Þarna er bjargið einna hæst 440 metrar og þvernhíft frá brún niður á sjó. Nema hvað miðjavegu er þessi spilda ekki alveg þvernhíft og nefnir Saxagjár völlur, kvenkinsorð. Í fleirtölu þær Saxagjár völlurnar. Þær eru kendar við Saxagjá sem gengur niður bjargið þarna á ská við annan enda þeirra og er lykillinn að því að komast að þessum slútandi gróðurreit. Fram á miðja öldinu að fara niður gjána eins og punktalínin sýnir á þessari mynd, slegið og hirt á völlunum, bundið í bagga og borið á bakinu upp á brún. Síðan var 5 kílómetra leið heim á bæ að Látrum, hvílík fyrirhöfn. Það hlýtur að verið til nokkurs að vinna. Er þetta hægt, Mattías, var einhvern tíma spurt fyrir vestan og því verður ekki svarað nema að fara þarna niður með orf og ljá og sjá hvort þarna hefur virkilega verið hægt að stunda heyskap. Og maður verður nú eins og krækiber þarna í þessum ómælisvítum, þarna neðst á myndinni. Það hafa aldrei orðið slys hér í gjánni eða á völlunum, en hins vegar hröpuðu 2 menn þegar Silla brast árið 1926 skammt vestan við völlurnar og lagðist þá fugla og eggjatekja með gamla laginu niður í bjarginu. En skýringin á því hvers vegna menn lögðu það á sig að fara hingað í heyskap er að hluta til sú að hér er óbrigðul spretta, mikil og góð áburðargjöf af drif til fugla
og grasið svo gróskumikið og stórvaxið að það þarf góðan ljá til þess að vinna á því og alveg splungu nýjan helst, mun betri en þann sem með í þessari för og nú reynum við og sjáum hvernig tekst til. Hægt að slá hérna, Matthías? Jú, það hægt. Með í för Þorvaldur Búason, eðlisfræðingur, einn þeirra sem heldur tryggð við látra frá fornum fari og stóð sem barn hérna fyrir, efst á brún, þeirra smala var fé af völlunum. Ótrúlegt en satt. Var margt fé hérna á völlunum þegar á þeim tíma? Já, það var alltaf dálítið fé. En það þínu minni þegar hér var farið til sláttar? Ég ekki alveg viss, en ég man eftir því að það kom maður berandi sátur og var sagt utan að bjargi og úrsaksakjá. Ég þori þó ekki fullverða, það mun hafi verið 1948. Og það alveg einstök tilfinning að vera eins og títuprjón í heystakk þarna niðri á völlunum. Við látum vera að fara í frekari heyskap, að taka heyið saman og bera það upp á brún eins og þeir gerðu hér áður fyrr. Nóg að gert, búið að sanna að þeir hafa gert þetta. Það engin einn á ferð, né einmanna í Látrabjargi. Hér smígur lágfóta dældir og kveður agga-gagg á grjóti eins og segir í vísunni alkunnu. Og það virtist vera nóg að þarna, enda þetta gósenland fyrir fugla og dýr og menn. Ef þeir ganga þá almennilega Tófa ekki ánægð með plastins þarna Alvotur stendur upp að knjám, öldubrjóturinn kargi, bað Jón Helgason Látrabjarg í ljóðinu Áföngum þegar hann hreifst af því á sama hátt og við hljótum að gera þegar við horfum á það að lokum við rammatóna.